Við birtum aðgerðaráætlun sem 5 hagfræðingar hafa búið til að beiðni Kastljós og vilja að ríkisstjórnin fari í strax. Sú krafa verður sífellt háværari að ríkisstjórnin leggi fram skýra aðgerðaráætlun hvernig hún ætli sér að stýra landinu út úr kreppunni. Kastljós fékk hagfræðingana Jón Daníelsson, Gylfa Zoëga, Gylfa Magnússon og Friðrik Má Baldursson til að leggja fram hver sína aðgerðaráætlunina og auk þess sýnum við tillögur Lilju Mósesdóttur hagfræðings sem birtust í Fréttablaðinu í gær. Þóra og Dúi tóku saman aðgerðirnar sem þessir hagfræðingar vilja að ríkisstjórnin fari í strax. Hagfræðingarnir hafa mjög skiptar skoðanir á því hvernig best sé að takast á við kreppuna. Langflestir eru sammála að bjóða þurfi heimilum og fyrirtækjum upp á lánalengingar, frestun á afborgunum, skuldbreytingar og að endurskoða þurfi gjaldþrotalöggjöf. Einnig telja flestir að lán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sé nauðsynlegt og að viðræður aðild að ESB sé tímabær. Þá koma fram ýmiss konar hugmyndir að breyta skuldum í hlutafé og Gylfi Zoëga, Jón Daníelsson og Friðrik Már vilja setja krónuna á flot. Tillögur Lilju Mósesdóttur, doktor í hagfræði, eru meðal annars stýrivaxtalækkun til að gera heimilum og fyrirtækjum kleift að ráða við skuldsetninguna, en Lilja hefur ekki trú á aðferði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að háir vextir komi á stöðugleika. Svo vill hún að fjármagnsflutningar sem nema yfir 10 milljónum verði skattlagðir 60% til að styrkja gengi krónunar, en Lilja bendir á að slíkt hafi reynst vel í Malæsíu fyrir 10 árum þar sem ríkið hafi ekki þurft að skuldsetja sig nærri jafn mikið og nágrannalöndin og því síður þurft á gjaldeyrisláni að halda. Þá vill hún viðvarandi halla á ríkissjóði til að takast á við atvinnuleysið og aukið félagslegt misrétti. Hagstjórn sem miðar að því að tryggja efnahagslega velferð í gegnum atvinnuskapandi aðgerðir, dreifðara eignarhald fyrirtækja til að tryggja langtíma stöðugleika á atvinnu og að lokum vill Lilja hertara eftirlit með bönkum og fyrirtækjum til að fyrirbyggja aðra efnahagskrísu. Gylfi Zoëga, prófessor við Háskóla Íslands og Jón Daníelsson, dósent í fjármálum við London School of Economics, telja nauðsynlegt að leyfa gengi krónunnar að fljóta á næstunni þannig að eðlileg milliríkja viðskipti komist á. Til skamms tíma þarf að takmarka hömlur á flutningi fjármagns milli landa, gjaldeyrisforða þarf að fá að láni en hann skal varast að nota til þess að hafa áhrif á gengið. Þeir leggja til að fyrirtæki fá skuldum breytt í eignarhlut banka sem síðar verður seldur. Og að sami verði við erlenda lánadrottna bankana að þeir eignist á upp í skuldir og taki yfir reksturinn. Það sé bæði sanngjarnt og tryggja áframhaldandi viðskipti við erlenda banka sem hafi hagsmuni af því að byggja hér upp nýtt efnahagslíf. Þeir telja líka nauðsynlegt að einkavæða aðra banka eins fljótt og auðið er. Félagarnir telja vantraust á stjórnvöldum og seðlabankanum megin ástæðuna fyrir því að önnur ríki rétt okkur ekki hjálparhönd. Að byggja upp traust á stjórnvöldum sé því mjög brýnt. Leit að sökudólgum tefji einungis leit á lausnum á vandamálum og því beri að fresta. Icesave segja þeir Jón og Gylfi að mikilvægast sé að reyna að ná sáttum, ef ekki þurfi að leita til dómstóla, en kröfur Breta séu nú óásættanlegar. Þeir telja einnig mjög brýnt að bæta almannatengsl innanland sem utan, og að ef ekki komi skýr svör frá Seðlabanka hvernig megi ná betri árangri í hagstjórn með íslensku krónuna þurfa að sækja aðild að Evrópusambandinu. Gylfi Magnússon, lektor við Háskóla Íslands, vill semja Icesave svo ríkissjóður greiði það sem út af stendur af innistæðum upp á 20.000 evrum, þegar eignir Landsbanka hafa verið seldar. Fá vegna þessa hagstætt langtímalán frá Bretum og Hollendingum. Gylfi vill að sami verði við almenna kröfuhafa að þeir fái til dæmis 70% hlutafjár nýju bankana en ríkið 30%. Hann vill aflétta gjaldeyrishömlum, styðja lítt við krónuna í fyrstu en tilkynna strax markmiðsgengi gagnvart evru frá og með ársbyrjun 2010. Fjármálastofnanir aðstoða fyrirtæki eftir því sem frekast unnt með lánsfé, illa stödd eignarhaldsfélög verði leyst upp en rekstrarfélögum haldi gangandi. Nauðasamningum og breytingu skulda í hlutafé beitt. Gylfi stingur upp á að ríkissjóður stofni bjargráðasjóð sem leggur fyrirtækjum til hlutafé eftir almennum og gagnsæjum reglum. Félagslega kerfinu og opinberri þjónustu verði haldið gangandi og opinberri framkvæmdum flýtt en erlend útgjöld skorin niður. Þá vill Gylfi að lögð verði fram raunhæf áætlun niðurskurð opinberra útgjalda, hækkun skatta og sölu hlutafjár sem ríkið eignast.
Friðrik Már Baldursson, prófessor við Háskólann í Reykjavík, vill meðal annars festa afborganir og vaxtagreiðslur af lánum í erlendri mynt. Þá hægt að skuldbreyta þessum lánum yfir í íslenskar krónur, en Friðrik bendur á að 75% af lánum fyrirtækja eru í erlendri mynt. Friðrik vill taka fram nokkur atriði sem hann telur brýnt að stjórnvöld geri ekki. Sem dæmi, ekki auka útgjöld ríkisins. Skuldir ríkissjóðs munu aukast mjög mikið á næsta ári og halla sem myndast vegna tekjumissis. Ríkið geti einfaldlega ekki komið með innspýtingu í efnahagslífið á þessum tímum. Ekki taka upp evru eða aðra erlenda mynt einhliða. Áhættan mikil við þessar aðstæður sem nú ríkja. Í versta falli gæti komið til áhlaups á bankana vegna þess að fólk myndi ekki hafa trú á þessari lausn. Evruforðinn myndi klárast á svipstundu og lausnin snúast upp í andhverfu sína. Enn verri kreppu. Ekki afnema verðtryggingu við núverandi aðstæður. Í mikilli verðbólgu eins og nú ríkir miklu þyngri greiðslubyrði af óverðtryggðu láni heldur en verðtryggðu ef reiknað með svipuðum raunvöxtum. Og ekki lækka stýrivexti fyrr en gengið orðið stöðugt eða farið að styrkjast og verðbólga fer hjaðnandi. Þetta getur gerst mjög hratt, hugsanlega á örfáum mánuðum. Það tómt mál, segir Friðrik, að tala að ná stöðugu gengi ef raunvextir eru bullandi neikvæðir.